Persónuafsláttur afsláttur af tekjuskatti sem hver persóna fær frá því ári sem þau verða 16 ára. Þetta virkar þannig, ég ætla að byrja með mjög einfaldar tölur. Gefum okkur að persónuafslátturinn sé 50.000 og að skatturinn sé 50%. Raunveruleikinn ekki svona. Og ég með 200.000 í laun. Hvað þarf ég að borga? Jú, skatturinn, sem sagt 50% af 200.000, helmingur, væri 100.000. Ætti ég að borga 100.000 í skatt. En af því að ég með persónuafslátt upp á 50.000, þá dreg ég það frá. Þetta peningur sem ég fæ tilbaka af þeim skatti sem ég ætti í raun að borga. Í staðinn fyrir að borga 100.000, þá borga ég ekki nema 50.000. Hvað ef að launin mín eru 50.000? Jú, þá skatturinn 25.000. Þetta væru laun og skattur. Persónuafslátturinn meira. Fæ ég þá 25.000 kall aukalega? Nei. Persónuafsláttur bara til lækkunar þeim skatti sem ég borga. Ef hins vegar, eins og margir námsmenn, með lítil eða engin laun, janúar, febrúar, mars, apríl, maí, byrja svo að vinna í júní, eða maí eða apríl eða hvenær svo sem það nýta ekki persónuafsláttinn sinn fyrir janúar, febrúar, mars, apríl, eða nýta lítið af honum, þá safnast hann upp. Þannig að ég get safnað upp fullt af peningum og borgað eiginlega engan skatti við sumarið af því persónuafslátturinn dekkar það. Ef hins vegar ég klára nýtu persónuafsláttinn minn en vinn meira en það. Það að segja, ég fer að borga kannski 200-300 kall í skatt í lok sumars, af því ég var búið með persónuafsláttinn minn, en svo nýti ég hann ekki fyrir október, nóvember og desember. Ef skatturinn sem ég var búin að borga hærri en persónuafslátturinn sem ég safna mér inn eftir á, þá það leiðrétt eftir á, því árið alltaf gert upp í heild. Raunverulegu tölurnar fyrir 2025 á mánuði, þá þetta 68.691 króna. Á ári þetta 824.288. Þetta alltaf hugsað mánuð fyrir mánuð. Það að segja, ég fæ svona mikið á mánuð, ég get aldrei nota meira nema ég hafi safnað upp eins og ég talaði áðan. En þetta gert upp út frá heilu ári. Þannig að ef ég hef á endanum borgað eitthvað skatt en í tækni ekki búin að nýta allan persónuafsláttinn fyrir alla 12 mánuðina, þá fæ ég það leiðrétt. En það gerist ekki fyrir en eftir ég búin að skila skattaskýrslu og það yfirleitt gert upp fyrsta eða í byrjun júní árið eftir.